Ég heiti Magnús Kristjánsson og ég kemur úr Garðabæ, ég er þar í sóknarnefnd og var kjörinn á kirkjuþing fyrir það kjördæmi sem er Kjalarnes prófastsdæmi. Hvernig upplifun að sitja á kirkjuþingi? Það náttúrulega fyrir eitthvað sem kemur svona úr atvinnulífinu og hefur unnið í litlum fyrirtækjum og þá er þetta náttúrulega talsvert formlegra að allir umgjörð heldur en það sem maður er vanur í, þannig að maður þarf að setja sig inn í það. Það er sérstakt val á orðum og setningum svona í ályktunum og fleiru, þannig að maður þarf að læra það líka. Þannig að auðvitað er það svona í fyrsta skipti sem það kemur þá er svona margt svolítið, skulum segja pingu framandi en ég vona að það lærist allt saman. Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart við þingið? Já, ég velti því svolítið fyrir mér hvort það sé að gera þetta meira þannig að skilvirkara. Ég velti svolítið fyrir mér ensku orðinu accountability, þannig að við líka skoðum það hvað var ákveðið að gera og hvort það hafi í rauninni gerst, skilurðu. Og eins líka þá að meta ef að menn fara út í einhverja aðgerðir að meta því árangur. Það er að segja ef að menn eru að huga því hvað þeir vilja gera þá þurfa menn átt að sjá því, hvar eru við staddir eða stödd, hvert viljum við fara, hvernig komumst við þangað og hvernig nefnum við svo að meta árangurinn að starfi okkar. Hver eru svona stærstu málin sem við höfum verið að glíma við á þessu þingi að þínu mati? Það er náttúrulega ljóst að það er náttúrulega fjármálin í ljósi þess að það eru bæði lægri tekjur til kirkjunar sem stofnunar og eins líka lægri tekjur til sóknanna, að þá er það vandinn sem við erum að glíma og það náttúrulega yfirskyggir alla umræðu á þinginu. Hvaða möguleika sér þú í þessu? Ég held að möguleikarnir séu þeirra að horfast náttúrulega hreinskilnislegu augu við ástandið og þá til lengri tíma heldur en bara til eins árs í senn og vinna út frá því að gera það besta við það sem við höfum.